Okkur langar til að gefa myndband æfingarferlið en við erum að reyna að taka þetta og tæla þetta setja saman í vídeó því þetta er langt ferli og margt að segja. En við ætlum að reyna. Haustið 2016 þá ákveðum við að eignast barn saman. Þá erum við búin að vera saman í ár. Crazy! Sem eiginlega er svo crazy yfir, ég veit ekki. Þínir? Já, við varum búin að ákveða að eignast barn. Þá fórum við að skoða svona kannski svona möguleika sem væri í boði á Íslandi og komumst að því að það væri í rauninni bara einn möguleiki í boði og því að það langaði að verða óléttar. Og það var hjá einkafyrirtæki sem hét þá IVF-klíníkin. Þegar við ákveðum að eignast barn til að koma til umræðum hver ætti að ganga barnið. Hvaða leið ætti að vita þetta? Í þetta verkefni? Mikilvægt verkefni. Og við ákveðum að byrja á því að reyna að hafa þannig að ég yrði ólétt. Það hentar betur á þeim tíma ég er snögglega eldri en Vala og ég var nýbúin að háskólagrána mína og Vala var að byrja á það sem að náum beina sig að ég myndi ganga með barnið. Halda margir að það sé auðveldara fyrir mig að ganga með börn heldur en fyrir Emblu sem er ekki rétt. Því að þegar ég sé með hreyfihömlun sem er áberandi og fólk tekur eftir það tengist hreyfihömlun ekki neitt frjósemi eða getur til þess að verða ólétt. En það sem kannski margir vita ekki að Vala er með truflun í ósjálfráða taugakerfinu. Já. Ég er með taugasjúkdóm sem ólétta getur haft mjög mikil áhrif á. Þannig að það sem kannski hafði mest áhrif á þetta ferli var þetta svolítið áttu við hvernig heilbrigðiskerfið myndi líta á okkar aðstæður. En ekki endilega ferlinu fyrst fremst slíkt. Þarna er bara aftur alltaf í nýjunni að kannski meira á viðhorfin sem er hamlandi heldur en endilega einhvers ákveðin ferlinu eða einhvers sjúkdóma. Síðan svolítið hvernig við erum tilbúin að vera það. Við daldum mörg það ákvað ég taldi að gera því ég geri alltaf. Bara undirbúa allt ógeðslega vel. Bara vera ótrúlega skipulega undirbúin og vera svolítið einu skrifa undan hlæknum. En það er það sem maður þarf að gera. Þegar maður er með einhverja ferlindi kannski margir kannast ekki við að þekkja lítið. Þannig að við ákváðum í upphaf ferlisins að hitta fyrst minn kvennsjúkdómslækni sem ég þekki og þekki mig og vera svona að fara álíkingar frá henni. Og það gekk bara vel, hún var bara mjög stíðandi þetta ferli og lyfti bara vel að okkar áætlanir og taldi að mín ferlin hefði lítið með máli að gera. Það var ekki til fyrirstöðu að við færum í þetta? Nei, en hún bauð okkur líka að hitta fæðingarlækna á Landspítalanum bara til þess að undirbúa okkur og bent okkur á að við gætum fengið að vera í áhættumeðgöngu teymi þó svo kannski að mín ferlun einum sér var kannski ekki ná ástæðu þess að þau voru í áhættumeðgöngu en það getur kannski henta okkur upp að bara vera alltaf á sama staðnum og þekkja okkur geða á spítalanum og vera kannski með svona bara ákveðna aðila í okkar teymi en ekki alltaf hitta nýja manneskju og það hljómar mjög vel fyrir okkur að því það er byrjandi að vera alltaf útskýra allt aftur og aftur þannig að við þáðum það og fundum líka með fæðingarlækni áður en ferlið hófst sem gekk líka bara vel. Næst var ferð okkar heitið í þetta einkafyrirtæki og það var svolítið bið eftir fyrsta viðtali þannig að á meðan við biðum þá völdum við okkur sæðiskjá. Í þessu 2016 fengum við viðtal? Já, þá fengum við loksins viðtal hjá lækni.
og ég er geggjast endað. Peppa fyrir þessu, skráðum okkur sambúð daginn áður, þetta vera skráð verið sambúð og giftust til þess að geta farið þetta ferli sem par. En svo kom það fyrsta tímanum. Við fundum bara ég og komin í viðtali að svona það að við værum alltaf inni með svona þetta lesti að og makinn var sett innan lækni og bara út af læginu. Hann var mjög óryggur, svona taugaóstyrkur, samtakinn óstyrkur og mamma var svona fann það strax í viðtalinu. Og það eitthvað sem ég vön. Þannig ég bara påpekti þannig kýða er róleg og bara svolítið svona bara útskýra fyrir hann með þessi einföldum hætti og ég gæti hvernig aðstæður væri. Og náttúrulega viðtalið kannski hefðbundið til að byrja með hann er að fara yfir bara okkur og hvað svona fylla út einhver svona upplýsingar okkur báðar og þau veit ég að hann lent eitthvað heilsufar og hann læknir spyr mikið mína ferlin og ég útskýri hann bara og náttúrulega við segjum hann alltaf þannig að það læknar sem við höfum hitt áður og þetta sé ekkert vandamál, sé allt röti. Og bjóðum hann með þess að bara bréf frá þeim, bara að þær geti sett upplýsingar svona staðfestingu að þetta sé bara helt ókei. Já, það mjög sérstakt að upplifa það að sitja andspænis hverju hitamannlækni sem að vinnur allan daginn við það að skoða inn í píkur og lög og finna hvernig tilvist mín var veldur hann óþægindum. Þú veist, það kannski haldið að maður var aðeins hörfi óþægindu þörfkund, en það. Þegar viðtalið móðið þá tekum við skoðun sem hann skoðar bara ekki sakna á hvort það sé ekki allt í góði. Það var sem allt í lagi og finna allt í lagi með allt þar. En eftir skoðunina þá tjáði okkur það að þetta sé bara svona allt í lagi en að hann vilja að við hittum félagsráðgjafa sem að starfi hjá þeim áður en að við heldum ferlinni áfram. Hún fullkomandi þetta væri bara svona val og þá kom betur ljós að hann vildi að endum og hann vildi að þetta væri við forsendur fyrir áframhaldandi meðferð hjá okkur og okkur grunum að þetta væri ekki almenn krafa. Við svona spyrjum hann nánar út í þá hvað hann telji að þau sko sérstaklega. Og það var okkur sagt á þessum lækni að við eigum að fara að fanga þess að félagsráðgjafinn eigi að meta okkar félagslegu stöðu. Og þá segjum við, já, hvaða félagslegu stöðu? Og fáum einhvern veginn lítilsvör þetta. Og svona, það veist ekki, ykkur aðstæður náttúrulega óvenjulegar og okkur svona að tala svolítið í kringum þetta og en ég útskýrði aldrei alveg hvað hann á við, kannski. Og við náttúrulega ákveðum að leika okkur aðeins að þessu og svona, þú veist, tala eitthvað hvort það væri þá það að Embla væri kennari í háskólanum og ég væri háskólanemi og hvort það væri, þú veist, það var slæmt að við ættum okkur eigin íbúð. Já, og hvað það væri? Hvað væri svona eiginlega því okkar aðstæður? Og já, gætna í það að fá þessi skýrsvöðu með það. Við erum svolítið strandafna og sagðum bara ok, við skulum skoða þetta. Og svo var útskýrði hann restina af ferlinu og útskýrði fyrir okkur hvernig ferlið virkar þarna og við förum þarna út úr þessum tíma. Seldi í lausu lofti. Já, þegar við komum samt heim úr þessum tíma, það sem var korter fyrir jól. Einhvern veginn það, þú veist, við lausu lofti en við vissum af nokkrum sem það kannski farið gegnum ferlið. Við ákomum ekki við í kringum okkur hvernig upplifun annarra hefði verið á þessum félagsráðgjafa. Heyra hvað væri svona almennt. Og þau segja okkur að þegar var bent á félagsráðgjafann og hann var til staðar en það var ekki skylda að krafa lögð á þau að hitta félagsráðgjafann eða fara einhver svona mat. En það var náttúrulega okkar grunur staðfestur og það væri að gera auknar kröfur á okkur. Það sem okkar hjálpar að vera vandamál var að það væri að gera auka kröfur á okkur vegna minnar fötlunar án þess að samt segja það beint út. Og þú veist, ef við værum gagnrýnt par og ekki með ópersónulegs vanda þá höfum bara hugleitt heima
bara ekki spurning að því og bara komið upp á þreyti, upp á mannvænt. Þannig að þetta svolítið sérstakt einhvern veginn að maður þarf að hleypa fólki inn í þetta ferli fyrir og þá einhvern veginn þetta staðan. En það var svolítið svona prinsip hjá okkur að láta ekki gera eitthvað kröfur á okkur meðan við aðra. Við ræddum alveg hvort við ættum að fara til nefnilegsöka. Ef ég nefnir fannst það rátt, þá þurfum við að gera eitthvað aukalega, bara út af því að ég færi hreyfihamlun. Þannig að við ákveðum að taka okkur bara lengri tíma í að ströggla með þetta og seinka þess ferlinu. Það tók svona stundum tíma og við sendum hana. Við erum á milli sem við ráðskan eftir því að fá útskýringar á því af hverju við lættum ekki. Hef ég ferlið án þess að þetta grefsökja og fengum einhver þau að það væri allt einn stór misskilningur og það væri svolítið leiðilegt og eitthvað svona Þetta mjög klassískt svona klassísk viðbrögð en endur samt á því að fá það í gegn að bara höfja nefnir án þess að fara til umsökja. En þetta ferli var ótrúlega erfitt. Það var svona 4 mánuðir af því allt sem þetta tók. Já. Og þetta var ótrúlega erfitt vegna að upplifa þetta og við veit ekki alveg hvenær væri verið að ganga langt. En þetta tókst. Við fórum svo loksins í fyrstu meðferðina okkar í mars 2017.